Strákar, auðvelt í dag? Það er nú ekki að segja kannski að vera auðvelt, en við áttum bara virkilega góðan dag og liðið seldi skóp þetta bara og þegar svona áleið þá fannst mér Keflvíkingana brotna og áttu bara að fá svör. Þið voru að setja niður þrista frá öllum mögulegum sjónarhornum. Hvað er þetta búið að vera að æfa þetta eitthvað sérstaklega? Ég hef nú ekki sagt það, þetta er bara rútínan sem dæfingarna í vetur er að skila þessu og við erum að uppskera eins og við höfum sagt. Þetta er hvergi nærri búið, það er 1 leikur eftir og þó við munum í kvöld þetta er bara 1 leikur eftir en þetta er hvergi nærri búið. Já, meina núna eru bara Keflvíkingar konum með baki uppi vegg, þeir þurfa að vinna næstu 3 leiki, vinna 3 leiki í röð. Haldið þeir getið það með gegn ykkur? Já, það vita að Keflvíkingar eru náttúrulega hörkulið og þekkja það að vera í svona baráttu. En við ætlum náttúrulega að koma klárir, við erum að spila við höfum vel og höfum mikla trú og við ætlum að mæta bara í Keflavík á föstudaginn og reyna bara að klára þetta þar og það er bara ekkert annað sem heitir. Einhverju skilaboð til Íringa sem mættur í dag? Þeir eru allir sem eitt frábærir og þetta svo sannarlega skilar til okkar á vellinum. Við erum að koma með Hans Steinar Bjarnason, íþróttafréttamann. Þetta var rosalega leikur. Já, ég veit ekki hvað er að gerast eiginlega með þessa úrslitakeppni og þetta Íslandsmót eiginlega. Þetta er eiginlega, maður er hérna í Twilight Zone bara. Já, Íringa í 7. sæti. Áttu vonaði að þeir myndu koma svona grimmir til leiks? Nei, og líka bara það, þeir töpuðu í Keflavík með 40 stigum í deildinni og ég held að þetta var ekki hægt. Nei. Þetta er bara einhver skemmtilegasta, þetta er svona svo íþrótt sem að býður upp á mesta skemmtanagildi í dag myndi ég segja. Hverju spáðu þú Íslandsmeistaratitlinum, kalt mat? Ég var búinn að tippa á Snæfelli, ég er einhvern veginn að hallast að Íringum bara núna sko. Já. Keflvíkingar þeir eru konum í baki við vegg, 3 leiki í röð ætla fráfram, heldur þeir getið það? Já, þeir eru búin að mála sig svakalega út í horn og ég held að þeir séu búin að mála sig sko með lími út í horn. Ég held að þeir séu ekkert að fara að losna upp úr því sko. Já, við erum komin hérna með Daniel Ólafsson, gallarann stuðningsmann IR. Þetta var auðvelt fyrir ykkur Íringar í dag virðist vera. Já, við erum náttúrulega bara með þetta sko. Já. Við erum búin að vera að vinna markmist að þessu unglingadeild, við erum með góða unga flokka og neitarinn náttúrulega heitur. Sani hann að grimmur? Já, hann er flottur. Hann er mjög flottur og fleiri, Stálið og Eiki Ön og fleiri flottir menn sko. Á mæta í Víkin á föstudaginn? Spurning sko. Spurning? Ég galt ekki vel á mótum hann að Keflavík. Allt ekki vel á móti ykkur í Keflavík? Er eitthvað svona skilaboð sem við viljum koma til Keflvíkinga áður en þið mætið? Bara mætið með fróðavélina, þá mæti ég. Takk fyrir. Já, við erum komin hér með Gunnar Einarsson. Við sáum nú voða lítið sólar í þessu leik. Já, við mættum ekki í hérna leik til að spila, það er alveg augljóst. Hún arfarslæki bara frá fyrstu mínútu eiginlega. Einhverju svona ljósir punktar heldurðu í þessu leik hjá okkur? Nei, ekki neitt. Ekki neitt? Nei, ekki eins og við spilum í dag. Við náttúrulega sýndum það í vetur og hann besta liði í þessari deild og við erum ekki búin að gera það á móti hér. Nú þegar Hólminn er komið að þá bara eins og allt klikki, ég meina það eru valla farin niður þristar hérna og meðan þeir eru að raða niður þristum hægri en vinstri, leið og við tókum eitthvað smá kipp, þá áttu þeir alltaf svör, fundu alltaf menn, fundu alltaf körfur. Já, þeir hittu mjög vel og hinn bóinn þá hittu við mjög illa og bara erum ekki að spila okkar leik og erum ekki að fara eftir því sem Siggi er að segja og það er náttúrulega fyrstulega þá þurfum við að hlýða því sem hann segir og fara eftir því og við erum að gera það í næsta leik. Við erum náttúrulega konum með baki við vegg og það er náttúrulega ekkert annað en að vinna í þeim leik og næstu 2. Það er svona vantað algjörlega þessar stóru körfur, virkilega stóru körfur sem eru svona breyta stemningunni í leiknum, fá alla í bæði inn á vellinum og í húsunum með sér. Það vantaði gjörsamlega í þessu leik. Er eitthvað svona sem að þið getið lært af þessu? Já, vissulega. Man lærir náttúrulega alltaf að tapa en eins og í dag þá náttúrulega mættu við bara alls ekki inn á leik til að spila. Það sást bara frá fyrstu mínútu. Nú þarf bara að eins og segið, þeir eru komið bakið upp í vegg. Vinnum við 3 næstu leiki sem að meistaraflokkur Kalla Keflavíkur spilar? Það er engin spurning, það er bara eina sem er í boði, annars er það bara sumafrí. Sigurður Gunnar Þorsteinsson, Ísafjarðartröllið. Þetta var dapur dagur fyrir meistaraflokkur Karla í körfubolta í Keflavík. Við áttum ekki góðan dag, nei. Við spilum skelfilega vörn og nýttum bara hvert tækifæri öðrum til að skora. Hvað var að klikka hjá okkur? Ég meina, þið virtist ekki ná að loka á skoti, er að 3 skot sem fóru niður trekk í trekk? Við bara spilum ekki nógu góða vörn saman og það var allir að passa sinn mann og svo einhver þegar það fór hjálpað og það var ekki hjálpað. Er það að fara eitthvað á taugum?
Nei, það er leikur núna föstudaginn í Keflavík og við tökum mótið þeim þar. Hvernig á að taka mótið þeim? Við látum. Og að vinna 3 næstu leiki sem í boði eru? Byrjum að vinna 1, svo sjáum við til. Já. Þú sér hérna, þeir eru hérna síðast Íslandsmeistari hvað, 1977? Sigursælasta lið landsins frá upphafi. Já, og eitt sigursælasta lið landsins frá upphafi. Eða er hérna verið sigursælasta, heldur að það sé eitthvað hvað maður að segja, að koma ekki tilbaka hérna í Breiðholtinu, ykkur körfuboltahefð? Það má vel vera, við ætlum að koma í veg fyrir það. Er það ekki? Klárlega. Viltu ekki segja eitthvað við fólki sem er að horfa hérna, áhorfendur og Keflvíkinga? Það mættu vel í kvöld, annað liðið sjálft og ég þess að mæta á leikinn á föstudaginn. Pökkum húsið, við gerum svona pökkum húsið. Pakk fylla húsið.